Þá komið að 8. liða dagskrá, það hreyfikort til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, hér liðu 3 í fundargerð bæjarráðs dagsett 21. nóvember 2004 og liðu 6 í fundargerð fræðslu og lýðsráðs dagsett 13. nóvember 2004. Þá var lögð fram drög af gjöld og tekjutnefndin afslátt af hreyfikortum svokölluðum sem að þess ber að geta að það kom smá humbundarsamkeppni í fræðsluráði nafn og þetta var niðurstaðan sem að ég nú bara nokkuð sátti við. En fræðslu og lýðsráð samþykkti framlagði reglur gjöld og afsláttunar hreyfikorts og vísaði málinu áfram til samþykktur bæjarráði og bæjarráð samþykkti reglur gjöld og afsláttunar hreyfikorts og vísaði reglunum til umræðu hér á afgreiðslu í bæjarstjórn. Þess ber að geta að virk Efriár sífellt í þróun. Í dag eru 23 bæði sundleikvimi, píla, boccia, línudast, ringó. Það eru 23 æfingar í stundatöflu eins og maður segir og góðri leikvums íslensku. En þetta sífellt í þróun. Það sem núna í dag árið 2024 mikil umræða styrktarþjálfun fyrir eldri borgara. Í dag eru svona sundleikvimi og ein styrktarþjálfun viku en það komið jóga nýtt inn. Mikil umræða að bæta styrktarþjálfun og ég held bara á næstu árum getum við gert virki Efriár af frábæri æfingaáætlun með hjálp góðra kennara og héðinn sem verkefnastjóri. Þess vegna finnst mér þetta hreyfikort vera afskaplega góð hugmynd í fræðsluráði og það var engin minni að meirihluti í því og voru allir sammála að þeim leist vel á þetta. Gjaldið verður mjög lágt, 3.900 krónur á mánuði og 2.500 við höfum með tekjutengdum afslátt með þess að 2.350 að mig minnir. Þannig að ég að vonast til að þegar við auglýsum í janúar að þetta muni vera afar vinsælt en það einnig hægt að borga bara gjald fyrir virka Efriár. Það komu einhverjar smá tillögur þá til fólk stundum svolítið að ferðast á þessum árum og þá vildu bara borga 1 og 1 mánuð. En allavega ég virkilega ánægður og stoltur af þessar vinnu í fræðsluráði. Þetta kom snöggt inn hérna í október, nóvember. Rosalega góð vinna hjá fræðslustjóra og Kristínu Baldursdóttur að búa til tekjutengdan afslátt og ég bara spenntur að sjá hvernig þetta kemur út á nýju ári. Þetta hér til samþykktar. Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason, lokið málsins næst tekið máls bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísleifsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að koma upp til þess að fagna þessu hreyfikorti en korti getur án efa verið mikil hvatning fyrir eldra fólk til að stunda hreyfingu og í leiðinni getur það verið mjög félagslegt fyrir þennan hóp. Við vitum öll hvað fjallið okkar, sundlegin og skautahöllin hafa upp á að bjóða að mér veist virka Efriár frábær viðbót við þessa góða afþreyingu. Virka Efriár býður upp á fjölbreytta hreyfingu og félagskap fyrir fólk 60 ára eldri. Og bara eins og Heimir kom inn þá þetta stækkandi verkefni og bara hefur verið að koma rosalega vel út. Mér finnst einnig frábært að kortið sé tekjutengt en þannig gerum við fleirum kleift að taka þátt í þessu flotta verkefni. Þannig að nú bara mikilvægt að auglýsa þetta vel og vonandi ná við inn einstaklingum sem að hafa ekki verið að nýta sér þetta. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísleifsdóttir, lokið málsins orðið laust. Það sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt framlagðar reglur Akureyrarbæjar, geðmerki. Það eru 11. Takk fyrir það.